Já, ég býð ykkur velkomin til 8. fundar sveitarstjórnar Rangárþings ytra, hérna á Suðurlandsvegi. Ég ætla að leggja til smá breytingu á dagskrá, bæta við 2 liðum. Númer 22, kynning á Hekluskógaverkefninu og 23, sveitarfélögin og heimsmarkmiðin. Og bera það undir sér samþykkt. Þá gef ég Ágústi orðið, fara svona í helstu mál áður en við göngum til dagskrár. Já, takk fyrir það. Það er nú ýmislegt í gangi og það sem að mér dettur í huga að segja frá, það er kannski frá Odda BS. Þar lentum við því að leikskólastjóri þurfti að fara í veikindaleyfi og við höfum samið við Rósu Hlín Óskarsdóttur að taka að sér að stýra leikskólanum núna og hún hefur tekið við og hún var deildarstjóri á leikskólanum en við hennar hlutverki tók starfsmaður þar gamalreyndur, Hrafnhildur Andrésdóttir og þannig að það lífið gengur sín vanagang, það er allt í sjálfsög gott að frétta af starfseminni en þessi breyting var gerð núna og við svo sem höfum til að sjá hvernig það síðan þróast en þannig fer þetta bara ágætlega af stað. Síðan kannski að segja líka frá því að nýja deildin sem að verið að undirbúa að opna sem að mun hafa vinnu heiti Lundakot held ég. Að þar fórum við í síðast í gær að skoða og þá Rósa Hlín einmitt með mér og Heimir yfir maður fasteigna okkar og kíktum þar á hvernig gengi og þetta gengur bara samkvæmt áætlun að vera búið að klára mála og verið að leggja dúk á gólf og næst að setja hurðir og slíkt í og þannig að þetta er nú bara allt að smella og ætti alveg að vera hægt að fylgja þeirra áætlun sem gerði hefur verið. En síðan þetta er verið að vinna í því hvernig þetta verður mannað þegar þetta fer á stað og nýr leikskólastjóri er að vinna í því að undirbúa það með sínu fólki. Að það verður þá flutt yfir einhver hópur og sem þær er að skipuleggja. Síðan langar mig að segja frá því að í Öldukverfinu þar sem að verið er að byggja meðal annars félagslegar íbúðir sem við ætlum að eignast að þar var að klárast sem hefur tekið lengri tíma en til stóð en enga síður hafðist að klára það þannig að þar eru veitur og rarik búin að koma fyrir sínum lögnum og það er allt klárt til að tengja heitt vatn og rafmagn og slíkt og kláraðist í rauninni bara í gær. Og þannig að, en síðan þetta eftir að malbygga og slíkt sem við gerum þá bara þegar hann hlýnar í veðri og það er annar kapítuli í sjálfu sér. En þessi er allan á loki þannig að þarna er hægt að aðtapna sig eins og þeir sem eru þarna að byggja. Nú síðan er það líka að frétta af þessum byggingum og félagslegum íbúðum og það gengur bara mjög vel. Þetta sprettur upp þarna út í Öldukverfi og út á sandi eins og við segjum og þannig að það er mikil breyting á skömmum tíma hér í hvað íbúðir varðar að það er að verða til þarna heilmikið úrval að velja úr fyrir bæði til leigu og eins til kaups. Nú síðan eru góða fréttir af Neslundi eða Guðrúnartúni þar sem sótt var félagið sem sótti stofnframlag til Íbúðalánasjóðs til að byggja leiguíbúðir fyrir tekjuminni, aldraða og fatlaða og það kom jákvætt svar núna á fimmtudaginn var til þeirra og þannig að Íbúðalánasjóður tilbúin að leggja fram stofnframlag og við höfum áður samþykkt að koma þá með mótframlag frá sveitarfélaginu sem eru með á fjárhagsáætlun og verður þá væntanlega kallað eftir í framhaldinu þegar þau vinna sitt mála áfram, þessi félagsskapur.
En það samt ánægilegt þegar hlutirnir takast eins og fólk leggur upp með það. Nú, það eru af öðrum framkvæmdum eða undirbúningi framkvæmda þá viðbygging við íþróttahúsið. Það bara heldur áfram sá undirbúningur og verið að hnýta enda hvað var að teikningar og lagna leiðir og allt þetta sem þarf að vera tilbúið, burðarþóls, teikningar og slíkt. Og mun síðan koma þá til okkar hérna til að fara yfir þegar þetta allt tilbúið. Áður heldur en að verði farið síðan í að leita eftir sem sé verktökum til að sinna framkvæmdum. Nú eins með undirbúning á gatnagerð þarna í þessu Guðrúnartúni sem þá þarna í kringum Lund og þar erum við komin með í rauninni grunn sem verður hægt að leggja fyrir til dæmis næsta byggðarráðsfund varðandi að fá gera verkkönnun í það eða leita eftir sem sé verktökum til að fara í þá gatnagerð sem þarf nauðsynlega að gera til að það hverfi komist í það horfa hægt sé að byggja frekar þar. Þannig að það svona á lokametrunum og líka í undirbúningi til að leggja fyrir yfirstjórn sveitarfélagsins. Nú eins erum við að undirbúa tæmingu á rótrúm. Það verður vonandi hægt að fylgja þeirri áætlun að það verði gert á þessu ári, þannig að það fari af stað. Búið að kortleggja allt eins og hefur reynda komið fram hérna ábyggilega áður einhvern tímann en enga síður þarf að taka saman frekar í gögn, skipta þessu upp í svæði og svona, þannig að það sé hægt að bjóða þetta út. Nú við erum í samstarfi við Vegagerðina eins og þið þekkið að vinna að vegtengingu við Bakkabæi og yfir Þverá sem sé svo kallan Oddaveg sem við höfum kallað og Oddabrú og það gengur ágætlega. Þar höfum við verið í að grafa vegskurði og verið svo ljómandi heppin að efnið sem kemur upp úr þeim skurðum frábært efni sem nýtist einmitt í veginn og þannig að það mjög gleðilegt og hjálpar því verkefni mjög mikið. Nú stál í brúna það búið að bjóða það út í gegnum Vegagerðina. Vegagerðin sér alveg þann þátt og reikna með því að stál verði komið á staðinn 30. apríl. Þannig að þá þarf að vera búið að steypa sökla og stöpla og verktakinn klár í það að veit sín tímamörk í því. Þannig að það má segja að það verkefni sé nú bara ágætu róli. Nú síðan það sem liggur fyrir þessu fundi að samþykkja lánveitingu eða réttar að senda að samþykkja það að standa á bak við lántöku til Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir brunavarnir. Það einnig komið á mjög flottan skrið og þannig að hér rís vonandi slökkvistöð á næstu misserum sem mun nýtast okkur vel. Ég vil nefna líka þessi verkefni sem við tengjumst, sem eru byggðasamlögin, sorpstöðin okkar og það mikið að gerast. Það sem sé verið mikla fréttir af sorpmálum okkar Sunnlendinga og við tengjumst því auðvitað gegnum Sortu Suðurlands og það liggur einnig fyrir þessum fundi þá að taka það fyrir hvort að við séum samþykkt því að það sé farið í frekari flokkun hér í okkar sveitarfélagi í gegnum sorpstöðina og það auðvitað bara mjög jákvætt mál og í takt við það sem maður að gera víða land. Þetta nú það sem maður nú svona efst á baugi held ég þessa dagana. Takk fyrir. Jú, takk fyrir þetta og flott yfirferð. Við göngum þá bara til dagskrár og það fyrsti liður, samgöngu- og fjarskiptanefnd. Vísað til umfjöllunar einstakra liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 17.04.13 Vegir Rangárþingi, niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefnd.
Nefndin vann með niðurstöður úr vegaúttekt Ólafs K.R. Guðmundssonar og ábendingar sem þar komið fram. Það liggur fyrir að sérkenni á vegakerfi í Rangárþingi ytra hlutfallslega mjög mikið af malarvegum en alls þarf að klæða 80 km. Það tillaga nefndarinnar að landvegurum verði skilgreindur sem stofnvegur og malbikun þetta 13,5 km sem þar eru eftir fylgi fjárhagsramma stofnvega. Þá er það tillaga nefndarinnar að lagt verði upp með að skipta klæðningu þeirra tengivega sem eftir eru upp í 4 áfanga til næstu 4 ára að ræða Hagabraut 19,52 km, Rangárvallaveg 11,45 km, Þingskálaveg 19,1 km og síðan aðra styttri vegi, þar að segja Árbæjarveg, Bjallaveg, Sumarabæjarveg og Bakkavegi. Ekki tekin afstaða til innbyrðis forgangsröðunar þessa 4 áfanga. Lagt til að verkefni verði lagt upp með þessum hætti við yfirvöld vegamála. Og það er samþykkt samhljóða í samgöngufjarskiptanefnd. Orðið er laust. Margrét þetta? Já, takk fyrir. Já, mér finnst bara verðt að hrósa samgöngufjarskiptanefnd því hún er bara greinilega mjög hægt fólk þarna og bara ánægð með þeirra vinnu. Það er flott að hafa svona fólk sem getur sett þetta fram með þetta skýrum hætti og ég hef engu við það að bæta. Takk. Tekur til það að þetta er mjög flott unni hjá þeim og alla staði og Ágúst. Já, ég ótti bara held að þetta sé afar mikilvægt mál sem að þarna er lagt fram og við vitum það að það er mjög mikið að gerast í þessu samgöngumáli núna. Það er allstaðar auðvitað verið að velta þessu fyrir sér. Alþingi, þetta er nú málanna það. Samgönguáætlun og sérstaklega fjármögnun umfram það sem verið hefur. Og því við vitum það ef þetta verður bara eins og þetta hefur verið, fjármagnir sem er til skiptana, í til dæmis svona vegi þá tekur þetta bara nokkrar aldir að gera þetta. Þannig að það er bara vonlaust. En núna eru menn með nýjar hugmyndir og aðrar að setja aðra peninga inn í þetta. Við þekkjum þessu umræðum veggjöld sem að þetta er ekki allir sammála en það allavega getur losað heilmikla fjármuni. Og eins er talað að setja arð af Landsvirkjun inn í mögulega einhverja viðbætur í þessu ef maður hefur skilið fréttir rétt. Og þannig að það eru tækifæri núna og ég held að fyrir okkar sveitarfélag sé það gríðarlega mikilvægt að við komum með bara beinharðar tillögur hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta mikla baráttumál okkar að klæða malarvegi verði að veruleika og þannig að þetta kemur fram á mjög góðan tíma og við erum að fá þingmenn í heimsókn. Það eru sem sé kjördæmavikur og þannig að það eru tækifæri til að koma þessu framfæri. Þannig að ég held að þetta sé mjög brýnt mál. Takk. Ingrid? Já, ég er alveg sammála Gústa með það. Þetta er alveg gríðarlega mikilvægt atriði því að sko við erum með fyrirtæki sem við búin sem eru víða á þessu svæði. Þetta er ekkert annað en fyrirtæki og þetta eru miklu þungaflutningar sem eiga sér stað í áburði og fleiru og afurðum og þetta er bara alveg gríðarlega mikilvægt því að þessir vegir til dæmis eins og Hagabrautin og Árbæjarbrautin og þetta er oft, já og Rangárvallavegur, þetta er oft við það að vera ókeyrandi og þau þurfum að þrýsta þessu áfram eins miklum þunga eins og við mögulega getum og lemja á öllum þingmönnum sem við komumst í tæri við með þetta. En svo við getum alveg deilt hvernig á að fjármagna hlutina, það er ekki, ég hef nú svona ýmsar efasemdir við þessi veggjöld, þau verða aldrei annað heldur en bæði til vöruverðshækkunar og bæði á vörum sem við fáum til okkar og vörum sem við látum frá okkur, þannig að þetta er svona, manni finnst eiginlega þeir skattar sem að teknir eru í nafni vegagerðar að þeir ættu að fara í vegagerð en ekki eitthvað annað.
Haraldur? Já, ég getum tekið undir hvert orð nánast hjá þeir sem hafa tekið til máls undir þessum lið hérna og ég vil bara ítreka það og hamra á því að við stöndum saman að ýta þessu máli áfram. Þetta er málið. Takk fyrir. Já, ég held að það sé mitt útgangspunktum í þessu að standa saman í þessu og já, þá les ég upp hérna fyrirleikutillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun, samgöngu og fjarskiptanefndar og feli sveitarstjórn að koma þessu á framfæri við vegamála sem geta samþykkt það, gefur mér samþykkt samhliða. Liður 1.2. Snjómokstur. Niðurstaða samgöngu og fjarskiptanefnd. Mikilvægt að upplýsa íbúa vel þær viðmiðunarreglur sem eru í gildi varðandi snjómokstur í sveitarfélögum. Lögðu fram tillaga að slíkum viðmiðunarreglum út frá þeim samningi sem í gildi við vegagerðina og var ritara falið að ganga frá textanum í samræmi við umræður á fundinum. Það er samt hljóðan. Lögðu fram tillaga samgöngu- og fjarskiptanefndar að viðmiðunarreglum snjómokstur í sveitarfélögum til birtingar á heimasíðu sveitarfélagsins. Reglurnar eru settar fram til þess meðal annars að skýra út samning sveitarfélags og vegagerðar og verklag. Einhver umræður það? Boðið laust? Já, óttuti bara sem sé nefna það að þegar maður fer að skoða svona viðmiðunarreglur sem að sveitarfélög hafa sett sér þá er þetta nú svona mjög svipað víðast hvar. Bæði eru virðast reglurnar þessi samningar milli vegagerðar og viðkomandi sveitarfélaga í dreifbýli eru mjög líkar. Yfirleitt einu munur hugsanlega eitthvað verðmunur eftir útboð. En reglurnar eru nánast þær sömu og þannig að þessar viðmiðunarreglur eru bara mjög í takt við það sem annars staðar hefur verið sett fram. Það er í nokkrum sveitarfélögum sem menn hafa sett þetta sérstaklega saman og birt á heimasíðu til að upplýsa íbúa. Fyrirgefðu Oddviti. Það stildur að hluti að hafa Já, allt í góða fyrirgefðu. Oddviti, ég tek undir hérna með það er mjög gott að hafa reglur bæði fyrir íbúðana og starfsmenn hvort sem það er sveitarfélagsins og vegagerðarna til viðmiðunar og þetta má svona í framhjáhlaupi þá líka þetta á við fleiri reglur, að allar reglur og svona hvort sem það er reglur eða styrkbein og svona það mátti alveg taka það til í heimasíðu sveitarfélagsins að koma að upplýsingar allar hvað sem það eru séu þá aðgengilegar og svona svolítið á aðgengilegu svæði eða ferðin á heimasíðuna þá sé þetta svona vel listað upp bara almennt séð en þetta er bara eins og hitt gott vinna og gott mál. Já, Oddviti, ég vildi bara koma fram að kom mikil einrómur í nefndinni að þetta færi til birtingar á heimasíðun og yrði aðgengilegt. Bara svona hnykkja á því. Takk. Já, takk fyrir. Það er náttúrulega líka, maður er búin að heyra mikla ánægju með þessu þjónustuaukningu sem að við erum að veita að móka heim á öll lögbýli alltaf þrisvar í viku ef að þarf og þetta er bara rosalega gaman að geta veitt þjónustuna og ég held að við ættum að vera stolt af því og flagga því þannig sé. Því það er ekkert öll sveitarfélög sem eru að veita svona góða þjónustu og íbúar eru ánægðir með þetta og bara að hafa þetta skýrt. Takk. Já, Oddviti, ég vil ekki aðtíma að það er tákgrænt að það snjóar sem aldrei fyrir akkurat þegar þetta er til umræðu. Já, maður bæti aðeins við þetta, það er þá greinilegt að það þarf að ræsa út úr unnustæki. Það er verið að eyða peningum sem við viljum ekki missa. Fyrir flott umræða þá
bara byrja þessar reglur undir fundin, bara þessi ekki það samþykkt samhljóða. Sorpu Rangárvallasýslu BS. Vísað er til umfjöllana einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti kynningar. Flokkun 2-3. Flokkun á lífrænum úrgangi. Niðurstaða Sorpu Rangárvallasýslu BS. Greining á leiði við samræði Jón Sæmundsson og Verkís. Jón fór yfir þá vinnu sem að hann hefur unnið fyrir Sorpu Rangárvallasýslu og tillögur flokkun á lífrænum úrgangi. Ákveðið er að fara í söfnun á lífrænu sorpi með tunnu í tunnu. Einnig verður afhent karfa fyrir íbúa til að hafa innan þeirra auk maíspoka fyrir söfnunina. Óskað er eftir staðfestingu sveitarstjórna fyrir þessari breytingu á sorphirðu. Sorphirðun mun kosta fjárfestinguna. Samþykkt samhljóða að Jón Sæmundsson vinni áfram að málinu með stjórn. Til að orðalaust þessa ákvörðun. Já, þetta er kannski bara skjóta því að þetta er mikilvægt að upplýsa það að kemur fram hann í fundargerðinni en það er þetta mjög mikla breytingar, það er að segja sorpa sem að hefur tekið við öllum sorpi sem ekki er urðað þá hjá okkur á Strönd, það er að segja óvirkum úrgangi, heimilissorp og pappi og plast. Þetta hefur allt verið í viðskiptum við sorpu en þetta er breytt núna. Sorpa sem sé sagði upp þessum samningum öllum sem að voru í gegnum Sognstöð Suðurlands og sorpstöðin okkar hérna, sorpstöð Rangæinga, fór þá bara í viðskipti við gámaþjónustuna sem tekur þá við þessu frá okkur núna og því þetta er nú bara business. Þetta bara snýst peninga og við greiðum fyrir þetta auðvitað, hvort sem það er sorpu eða einhverjum öðrum. Og við erum þá í miklu samstarfi líka núna við gámaþjónustuna sem er að þjónusta flest sveitarfélög á Suðurlandi. Ekki okkur lengur, var hér náttúrulega. En við erum í miklu samstarfi við þá bara að finna leiðir gagnvart því sem áður var urðað í Álfsnesi. Og það er þá bæði þetta með að fara með undirbúa þennan hluta sorpsins fyrir útflutning og í brennslu erlendis tímabundið eða allavega að sú leið sé greiðfær eða þá að fara á aðra sorpurðunarstaði eins og Fíflholt á Vesturlandi eða Stekkjavík norður í Húnavatnssýslu. Þannig að með því að taka út lífræna hlutan að þá minnkum við heimilissorpið okkar hér 1/3. Og það eru peningar. Já, það var nú sagt við mig núna helgina það er því bráðum að fara að kaupa land undir tunnurnar. Það væri að fjölga svo tunnurnar, þetta tækir svo mikið pláss. En sko, ég hef velt því fyrir mér eins og með í sveitunum, sko, það sem að mjög víða sjálfsagt bæði hjá Gústa og mér og fleirum að þá eru svona sandkablar sem að við gætum alveg farið með okkar lífræna úrgang og reynt að græða upp með. Við höfum nú gert það svolítið mikið í gegnum tíðina niður frá sko með kartöflurnar sem að hafa verið úrgangur að við höfum keyrt í fram á fjörur og við erum búin að vinna tilbaka mikið land þannig. Þannig að maður svona veltir þessu aðeins fyrir sér sko, verður þetta mikil hækkun á til og með svo sorpgjöldum hjá fólki við þetta og þetta er svona bara maður verður að skoða þetta bara hvað er hagkvæmast í þessu en er engin möguleiki að fá urðunarstað hér á Suðurlandi það hefur það alveg verið allstað þvert nei. Takk. Þú þessi svara eða stendur á undan hérna? Já, ég veit bara mjög gott að þessi flokkun hér komin, það er eiginlega bráðnauðsynlegt og þetta kemur nú fram hérna að byrja næsta lið, gott kynningar átak og það þarf einmitt að
að kynna það vandlega hvað þetta kostar og náttúrulega neysla ef maður kaupir sér eitthvað þá eiginlega óhjákvæmilega þarf maður að losna við það og bara að það er næst heppnast vel að kynning og flokkun og lífrænum úrgangi þá er þetta alveg stórar upphæðir fyrir sveitafélag sem hægt er bara að horfa á sem þetta nota þá í eitthvað betri hluti. Þannig að lífrænum úrgangunum í burtu það er mjög jákvæmt. Ágúst? Og þetta ég hef ekki svarað því til að það er verið að leita að urðunarstaða sem sé fyrir heimilis hérna fyrir þennan úrgang hér á Suðurlandi. Við erum auðvitað með urðunarstaði fyrir óvirka úrgang, til dæmis bara Strönd og líka Skógarsandi, en við erum ekki með okkar svæði fyrir sem sé heimilisúrgang. Og þessi lífrænir hluti, það mun verða að gera krafa það að hann fari út úr þessu sem urðað er innan fárra ára. Þannig að það er bara fínt að vera búin að því. Það er leitað að urðunarstað á Suðurlandi og hefur verið auglýst eftir því, meira að segja, en það er ekki komin alveg lausn. Við vorum auðvitað með kirkjuferju á sínum tíma, henni var lokað og síðan var Nessandur þar sem var mjög langt komið en síðan tókum við bara annan kúrs í því. En hérna á okkar svæði, ef maður horfir nú bara hérna á okkur, að þá er trúlega Skógarsandur örugglega frekar heppilegur staður. Hann er í almanna eigu, hann er í eigu sýslunar og hann er svo sem ekki nálægt neinni byggð en auðvitað nálægt náttúruperlu, þarna Skógafossi en samt í þó nokkurri fjarlægð. En þarna er bara heimild til að urða 400 tonn á ári, þannig að það þarf þá að fara í algjöra breytingu á starfsleyfum og slíku. Og eins er þá Strönd að við erum auðvitað bara með ákveðið starfsleyfi þar og höfum ekki leyfi til þess að urða svona lagað. Því að ef að á að fara að urða þá þarf að vera mjög góður botn, það þarf að vera passa upp á grunnvatnið og allt þetta og þá þarf að fara í mjög kostnaðarsamar aðgerðir á þessum stöðum þar sem ekki er náttúrulega fyrir hendi slíkur botn. Og þannig að þessar hugmyndir hérna á Suðurlandi hafa verið fyrir allt Suðurlanda þá er það verið að tala slíkt að það þurfa að fara í botnþéttingu og slíkt til og þá er þetta staður sem endist í áratugi. Já, flott það, ég held, já, Margréta. Já, takk fyrir þetta. Hérna, eitt sem ég held að fyrir mér, það kemur hérna fram að sorpstöðin myndi stendur straum af kostnaðinu með þetta. Þú veist, kaupa þessa tunnu í tunnu, korfurinn á heimil og maíspoka. Bara að vita, er búið að reikna út hvað þetta er per heimili? Það er gaman að vita svona, af því það kemur ekki fram í fjöldagögnum. Hver upphæðin er, því vantilega kemur þetta fyrir inn í okkar gjöld síðan í framhaldi. Já, þú með einhverjar tölur? Já, ég getur verið með þær, en það er kannski ekki á þessu stigi alveg hægt að segja nákvæmlega það, sko, sorpstöðin tekur þetta start á sig, það er náttúrulega aðalkostnaðurinn í því í sjálfu sér, síðan er bara sorphirðan í framhaldinu og rekstur sorpstöðunar eftir að við tókum við sorphirðunni sjálf gengur ágætlega og það lýsir sér meðal annars í því að sorpstöðin alltaf bara að kosta þetta að koma þessu á og í Þýskalandi eru 12 tunnur held ég hérna, þannig að við erum reynda bara með 3 en samt finnst manni þannig eiginlega nóg þannig að lífræni hlutin söfnun á lífrænum hluta hann verður svo kallar tunnu í tunnu aðferð það sem er lítil tunna sett onni í gráu tunnuna og sem er svona smelt á þannig að lífræni hlutin kemur hvað sem er úr henni þannig að hún á ekki að vera til svo mikils trafala eða það er ekki í rauninni ein tunna í viðbútt heldur er tunnan inn í tunnunni og síðan þarf við að breyta skipulaginu, það þarf að breyta hirðingunni og líklega er það þannig að við þurfum að hirða þá taka þessi, við erum með 2 hólfa bíl og við þurfum að taka þessi lífræna hlutan í hvert einasta skipti, það er að segja hálfsmánaða fresti. En aftur á móti þá hægt að vera sjaldnar með hirðingu á því sem eftir er í heimilistunninni og á móti er tekið plast eða pappi. Þannig að bíllinn okkar á alveg að virka fyrir þetta áfram en við þurfum að breyta hirðingunni.
og við erum búin að reikna það út að það á að geta gengið. En kostnaður per heimili þegar kemur að því að hirða lífræna hlutina sérstaklega, við erum ekki búin að reikna það út sérstaklega. En þetta eru jafn margar ferðir eins og sem við erum bara öðruvísi. Bara útskýra þess. Já, ég vil líka bara hugsa sem sagt, hvað þessi fjárfesting kostar. Það er bara hvað þetta er stór pakki. Það er búið að fá tilboð í þessa tunnu, körfur og póka. Hvað þetta er, það var eins og þegar plasttunnurnar voru keyptar. Hvað er þetta per? Það er kannski það líka sem að fara ákvæmst. Ég get svarað því að við erum reyndar í miðju útboði eða sem sé miðri verkkonum, þannig að ég get ekki upplýst það nákvæmlega en þetta eru nokkra milljónir. Ég get allavega upplýst það. Já, með þetta tunnu, eða sem sagt að setja tunnu í tunnu og hirðinguna, það náttúrulega hlýtur að koma aukaferð. Því ef þú sko það núna er tekið hálfsmánaðarlega og það er bíllinn 2 hólfa og það er tekið á 6 vikna fresti sko plast eða pappi. Það náttúrulega getur ekki, ef þú þarft alltaf að, þegar þú tekur sorpið hálfsmánaðarlega þá þarft alltaf að taka þessi 2 skipti sko, eða þessi 2 lífræn úrganginn og hinn úrganginn og þá getur ekki tekið í neitt af þessari ferðum plast eða pappa. Þú verður alltaf að fara að auka ferð til þess að hreinsa það. Lítur að vera. Af þetta eru bara 2 hólf. Og ég veit ekki hvað við getum verið langt út í þetta en ég hefði bara viljað þá geta sýnt líka bara gögn það. En það er, við teljum að sé þetta hagræða í kerfinu eins og það er. Þannig að það verður allavega ekki mikill auka kostnaður við þessa hirðingu. Fer þó aðeins þetta fyrirgjöðu reynsla annars staðar hefur sýnt að þetta er sérstaklega mikilvægt á sumrin að lífrænir hluti sem tekin hálfsmánaðarlega. Það er nauðsynlegt. Takk fyrir það. Ég held að þetta sé bara nokkuð gott skref og ég held að framtíðin sé að við erum bara eftir að auka flokkum til að vera bara með í þessu öllu saman. Má ég aðeins styrkja? Heldur það? Beina spurning minn til Ágústar. Er það ekki rétt skilið hjá mér að þegar við förum á flokku lífræna úrganginn frá, þá eigum við náttúrulega að sitja eftir með það lítið heimilissorp og lítið lyktandi heimilissorp að það þarf ekki að taka það oftan en plast og pappa. Er það ekki rétt hjá mér? Ég má bara. Jú, það er nákvæmlega það sko. Það er hægt að lengja mjög í því hvernig við sækjum það sem er eftir í tunnum í rauninni. Það er reynslan annars staðar frá líka og það er kannski það sem að gera það verkum að það verður ekki svo mikill auka kostnaður. Takk fyrir það. Og þá ætla ég að liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrir breytingu á sorphauði og sorpstöðu Rangárvallasýslu BS. Þau sem geta samþykkt það, gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er liður 2.6, kynningaátak, niðurstaða sorpstöðu Rangárvallasýslu, lagt fram til kynningar, sveitarstjórn fagnar yfirstandandi kynningarátaki sorpstöðu Rangárvallasýslu BS sem hefur það markmið að auka og bæta flokkun úrgangs frá heimilum og fyrirtækjum innan sýslunnar. Jafnframt heimila sveitarstjórn að markaðs- og kynningarfulltrúi komi að kynningarátakinu fyrir eftir því sem að tími vinnst til og í samstarfi við starfsfólk kynningumála hjá hinum sveitarfélögum í byggðasamfélaginu. Og árið laust, Ágúst? Já, þetta er bara, sem sé, þetta sé eðlilegt að við tökum þetta sérstaklega fyrir. Þetta var auðvitað bara til kynningar þannig séð frá á fundi sorpstöðvarinnar en engu að síður þarna hefur verið að nýta starfskrafta sveitarfélagsins okkar eða byrjað á því. Þannig að ég held að sé eðlilegt að við leggjum þá blessun okkar yfir það en það er sem sé kynningar fulltrúar Rangárþings ytra og Rangárþings eystra sem hafa unnið saman í þessu og eru eins og einhverju hafa kannski orðið varið við komin að stað með kynningar herferði í þessu og bæta því bara á sig með sín verk. Við megum nú kannski ekki alveg drepa Eirík. Hann hefur nú svolítið á sinni konu fyrir.
Já. Steindór. Og mér finnst þetta ótrúlega bara gott og góð byrjun til dæmis að setja þetta á Facebook, það eru margir það. Ég hef sjálfur nýtt mér einmitt þar að spyrja varðandi flokkun og móttöku og það þarf að þó það séu til upplýsingar þá þarf einhvern veginn að vera aðgengilegra vefstundum fyrir fólki að flokka ef það er ál inn í pappa og ýmislegt svona, hvernig getur flokkað þetta. Þannig að þetta mér finnst fara bara mjög vel að staða þessi kynning og sérstaklega þessi Facebookar síða sem ég held að sé fólk sé að nýta sig, það er að gera nota þessa miðla sem allir eru á. Þannig að, og eins og ég sagði þarna fyrr á fundinum að það líka að nota þetta einmitt í margt annað, bæði það sem við verðum að gera vel og svona kynna það til dæmis á þjónustu sem er í boði og svona, með svona einföldum hætti eins og að setja þetta á Facebookina. Gott mál. Það er gott, ég tek undir það, þetta er mjög gott umræða. Ágúst? Já, þetta er bara að skjóta því að ég tek undir þetta sem Steindór segir, ég held að þetta sé bara fín leið og hugsunum auðvitað að fá kynningar fulltrúana er nú bara svona að koma sig í gang en svo þarf þetta auðvitað bara að vera í framtíðinni alltaf og þá þarf þetta kannski að vera okkur sérstöku formi á vegu sóstöðarnar en allavega þetta er fólki sem við höfum nýtt í dag og þarna koma tekið eftir því að þarna koma inn bæði mjög sem sé hressandi ábendingar bara fólk sé ánægt með þetta, fá þessar upplýsingar og svo koma alls konar líka bara sem að miður fer sem er þá hægt að bæta úr hreinlega og reyna að skýra út og reyna að gera þá betur. Það alveg rignir því líka inn, þannig að þetta er mjög hjálplegt fyrir sorpstöðina. Takk fyrir. Þessi geta samþýtt þetta gefmerki. Það er samþýtt samhljóða. Þá er að liðið 3. Byggðaráð Rangárþings ytra. 7. fundur vísaðir til umfjöllunar einstaka liði en fundagerðin öðru leyti staðfest. Það er sjúkraflutningar Rangárþingi. Lagt fram minnisblað frá fundi sem haldið var mánudaginn 14. janúar 2019 með sveitarstjórn Rangárþings ytra og forstjóra og hluta framkvæmdastjórnar HSU. Tillaga að senda minnisblað til forstjóra HSU til að fá það staðfest að það sem þar kemur fram sé rétt eftir haft og jafnframt að árétta að sveitarstjórn muni áfram fylgjast náið með framvindu þessa mála. Því vissulega sé hætta til staðar að þjónustan veikist í kjölfar breytinga af því tagi sem boðar eru. Innviðir sjúkraflutninga þurfa að vera traustir, annað sé óásættanlegt. Sveitarfélagið óskar jafnframt eftir fundi með forstjóra og framkvæmdastjórn HSU í maí til að fara yfir hvernig fyrirkomulagið er reynist. Og orðið er laust. Ég held að það sé bara mjög gott að hnykkja á þessu og halda þessu lifandi og fylgjast mjög vel með því hvernig þetta kemur út. Því að auðvitað viljum við öll að það sé tryggt að sjúkraflutningarnir séu í lagi. Já, þetta er kannski nefna í samhengi við þetta að við vorum nú öll á þessum fundi, þannig að þetta er auðvitað, við þekkjum þetta öll. En þarna var líka rætt aðeins annað mál sem snýr ekki beint að sjúkraflutningum, heldur þessar stöður lækna hér sem eru 2,75 og meðal annars var rætt þá á fundinum að hvort ekki var rétt að auglýsa þar sem að nú er laus í rauninni ein staða eða ein staða mönnuð með, hvað ég var að segja, teymi lækna og þannig að það var rætt á fundinum og því spurning hvort við eigum ekki að jafnframt að senda þau skilaboð að slík auglýsing sé birt og hún sé til og opin ef að ske kynni að það skildi koma eitthvað sem við sækjum hérna hjá okkur og flytja hingað til okkar og starfa hér síðan læknir í fullu starfi. Takk. Þá les ég líka fyrir tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðaráðs varðandi málefni sjúkraflutninga Rangárþingi á fundi með forstjóra og hluta framkvæmdastjórnar
í janúar síðastliðnum kom einnig fram að eitt stöðugildi læknis af 2,75 hjá Heilsugæslu HSU í Rangárþingi en nú manna með fjölskipuðu læknateymi. Sú lausn getur hentað til skemmri tíma en sveitarstjórn Rangárþings ytra vill engu að síður beina þeirri eindregnu hvatningu til forsvarsfólks HSU að staðan verði auglýst sem fyrst og auglýsingu haldið opinni þar til læknisstaðan hefur verið mönnuð með varanlegum hætti. Sem geta samt þessa kynir. Samtitt samhljóða. Liður 3.5. Kjarasamningsumboð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Niðurstaða byggðarráðs lagt fram til staðfestingar umboð hjá Rangárþingi ytra til handa Sambandi íslenskra sveitarfélaga til kjarasamningsgerðar vegna hvers og eins stéttarfélags sem starfsmenn sveitarfélagsins eiga aðild að. Það samþykkt samhljóða í byggðarráði. Orðuð við laustum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókunum byggðarráðs. Það er þessi með samgjöfum ekki. Það samþykkt samhljóða. Svo 8 BS fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 4 og 5. Liður 6. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin auðvitað staðfest. Og ég les bara yfir þetta og þið stoppið mig bara af ef þið viljið ræða ykkur eintök mál, annars lítum á þetta sé samþykkt. 6.1. 19.01.043 Marteinstunga landsskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landsskipti né heiti á nýja lóð. Nefndin vill hvetja lóðhafa til að ráðast í gerð deiluskipulags fyrir svæði svo skilgreina megi betur aðkomu að lóðum frá landvegi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. 19.02.04 Hólmatjörn samruni lóðar landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd getur ekki athugasemdir við áform landskipti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. 19.02.05 Austásholt 2 landskipti 2 spilna. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né heiti nýrra lóðar. Nefndin bendir á að nákvæm staðfesting á aðkomuvegum að nýstofnuðum lóðum á uppdrætti er háð samþykki vegagerðar ef af framkvæmdi verður samhliða deiluskipulagsgerð. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. 19.01.046 Öldutún deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiluskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnframt að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi. Rangárþings ytra 2010-2022 þar sem lóðir á svæðinu eru færri og þéttleiki minni heldur en gert er ráð fyrir í gildandi aðalskipulagi. Heimild verði fyrir að fækka íbúðum úr 10 íbúðum og niður í 4 íbúður á hektara á tilteknu svæði. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða sem kalli ekki á sérstaklega kynningu. Nefndin telur slíka breytingu nauðsynlega þar sem er að ræða einkaland þar sem landeigendur skipuleggja til eigin nota. Landeigendur leggja sjálfur til land undir götur, lagnir og fleira, auk þess sem þeir skipuleggja til sitt svæði sjálfur. Nefndin samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123
2010 þegar breytingu að skipulagi hefur orðið. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.5 19.01.051 Svínhagi L6B breytingu á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytinga á landnotkun í aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 sem nú í ferli samþykktar. Skipulagsfulltrúa sé falið að ganga frá breytingu þegar að gildistöku aðalskipulags verður. Þar sem núverandi landbúnaðarsvæði verði sett undir skilgreiningu verslunar og þjónustu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.6 18.10.007 Fagurhóll breyting á deiluskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir og ábendingar og telur ekki þörf á breytingum og uppdrætti tillögunnar vegna þeirra. Nefndin vill árétta að stærð jarða ákveðin eftir landskiptum og skráð í bækur þjóðskrár í samræmi við viðurkenndar mæliaðferðir hverju sinni. Hvort afmörkun í skipulagi miðast við upprunamælingu eða síðari mælingu fer eftir mæliaðferð hönnuðar skipulagsins og getur munað hvort farið sé eftir sömu línum í miðri á eða miðjum skurði. Hvort sömu stærðir og skráningar segir til verði að ræða. Nefndin vill jafnframt árétta að útmörk skipulagssvæðis á uppdrætti get ekki skorðast sem nákvæm staðsetningarmörk. Skipulagsnefnd samþykkir því tillöguna eftir umfjöllun og athugasemdir og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.7 170 60.07 Hólar deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.8 15.07.020 Leynir úr landi Stóraklófa 2 deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að afgreiðslu verði frestað þar til niðurstaða liggur fyrir með hvaða hætti aðkomu verði háttað að lóðum á skipulagssvæðinu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.9 171.0005 Svínhagi SH16 deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Búið að breyta orðalagi í greinargerð þar sem vatnsöflun verður frá fyrirliggjandi vatnsveitu á svæðinu en ekki tengt vatnsveitu sveitarfélagsins. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.10 18.11.073 Þjóðarsæi landnúmer 222499 breyting á deiluskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir, ábendingar og telur að ekki hafi þótt ástæða til að taka sérstaklega á vistgerðum á skipulagssvæðinu. Enda sé umræddar vistgerðir ekki nema að örlitlu leyti innan fyrir hugaðs framkvæmdasvæðis. Nefndin leggur til að eftirfarandi texta verði bætt inn í greinargerðina. Á skipulagssvæðinu eru samkvæmt vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands, vistgerðirnar Stanga, Mýravít og Víðikjarvist þar sem
sem eru á lista Berna-samningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Þeim vistgerðum verði ekki raskað að óþörfu. Útlínur á vörslugarð hafa verið settar inn á uppdrátt að nýju. Ábyrging frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands verður gerð skil. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum, leggur til að vera send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Þá er liður 6.11, 18.11.076, Meiritunga, 7 deiluskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir, ábendingar og telur að þar sem fyrirhugað íbúðarhús verði reist í tengslum við rekstur hússins sé ekki þörf á að skoða sérstaklega fjarlægðarmörk milli hús og eldishúsa, en ítrekar að framkomi í greinargerð deiluskipulags að byggingarréttur sé í 300 metra fjarlægð frá eldishúsum. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Hér kemur tillaga út af það smá frávik hérna, tillaga afgreiðslu sveitarstjórnar þar sem láðist að taka umsókn Vegagerðarinnar fyrir og fundur skipulags- og umferðarnefndar og í ljós innihalds umsagnar þar sem Vegagerðin telst ekki á sýnda staðsetningu tengingu við ásveginn, frestar sveitarstjórn afgreiðslu erindisins að beiðni skipulagsfulltrúa þar til lausn hefur fundist á tengingu við ásveginn. Og þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá held ég bara áfram á horfið 19.01.047 Nes og Lundur breyting á deiluskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiluskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun nýtingarhluta úthluttu og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og telur jafnframt ekki þörf á grenndarkynningu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. 6.13.19.02.003 Vesturvík deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að kynna þurfi framlagða lýsingu á 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lýsingun skal kynna með auglýsingu í staðarblaði ásamt því að hún skal send til umsagnara aðila. Jafnframt skal lýsingin kynnt á heimasíðu sveitarfélagsins. Kynning skal standa í hálfa mánuð frá birtingu auglýsingar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 7. Lántaka brunavarna rannsóknarskýrslu slökkvistöðvar á Hellu 19.02.013. Staðfesting vegna lántöku til verkefnisins hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignahalds sambreytt. Heimild í 2. málsgrein 68. grein og 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Til tryggingar láns brunavarna Rangárþings BS frá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 60 milljónir með lokagjalda þann 5. apríl 2034. Nær
samþykkir sveitarstjórn jafnframt til undirritun og lánasamning og að sveitarfélagi beri þær skyldur sem þar greinir lánið tekið til að fjármagna kaup á slökkvistöð sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almennan efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Ágústur Sigurðsson sveitarstjóra kennitala 3110644879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þá með talið beiðni útborgun láns. Og þá erum við að laust. Bara einn. Steindur? Og þetta þetta sem sagt, þetta lán sem öll sveitarfélagin þá að taka, hinn taka þá, Já, þetta bara í sambandi með eigna hlutin. Já, þetta bara í samræmi við, þetta bara brunavarnir að taka þetta lán. Og það bara í samræmi við eigna hlut hvers sveitarfélags ábyrgðir og greiðslur á þessu láni. Og þá fer ég þetta upp. Þeir sem geta samþykkið merki. Það samþykkt samhljóða. Svo hefur 8 erindi og fyrirspurnir frá álista. Margrét Hjálpá. Já, takk fyrir. Fyrst erum við með 2 fyrirspurnir. Númer 1 verkbókhald, það komið á og hvernig reynist það þá? Og fyrirspurn númer 2, hver staða á móttöku áætlun sveitarfélagsins fyrir nýja íbúa? Byrja þessu tvenna. Já, ég get svara fyrir það. Sem sé varðandi verkbókhaldið þá erum við verkbókhald í Navision fyrir þjónustu, miðstöð og skrifstofu í innleiðingu en það nú ekki komið reynsla á þetta ráði ennþá. Verður hægt að segja frá því kannski þegar það kemur fram á vorið eða eitthvað svoleiðis eða fram við páska. En verkbókhald svona með gömlu aðferðin ástundað í þjónustumiðstöð þannig að það ekki komið inn í Navision ennþá. Og við erum innleiðið þetta hérna á skrifstofunni. Þetta leist bara vel í okkur. Síðan það hins fyrirspurnin með stöður á móttökuáætlun og þá þannig að endanlega tillaga að áætlun verður lögð fram á næsta fundi atvinnu, menningar og jafnréttismálanefndar kemur síðan til sveitarstjórnar til afgreiðslu. Takk fyrir það. Þetta? Við má kannski varðandi þessa móttökuáætlun, mér finnst hún hafa tekið ansi langa tíma, ég veit hún mjög vel unnin, við má sé drög af henni og þess áttar, en þetta Mér finnst þetta verið að flækja málinn svolítið í þessu, að vera að gefa út eitthvað plagg sem svo kannski úrelt eftir ár. Hvort þetta mætti ekki bara birtast á heimasíðu, ég veit ekki hvort það sé áætlun, en síðast þegar ég vissi var áætlun að fara að prenta þetta út og gera þetta svona prenthæft form. En bara ítreka að vera ekki að flækja of. Þetta þarf bara að vera, fólk meir og minna nettengt og leita sér upplýsingar á netinu, þannig að það þarf kannski að vera svolítið lifandi plagg sem að lifir bara á netinu og annarkvort markas- og kynningafulltrúi eða starfsfólk, almennt starfsfólk á skrifstofu gæti ekki jafnvel svona séð uppfæri kannski annarkvort mánuð, bara fylgjast að upplýsingar séu þarna réttar. Takk. Og já, Yngvi Harðar ætlar að taka síðan þriðju. Já, Steindur. Og að taka undir þetta hjá Margréti Hörpu, þetta hlýtur að vera eitthvað svona sem ekki kannski hægt að búa til svona eitt plagg. Þetta örugglega svona eðli málsins samkvæmt þessi móttökuáætlun hlýtur að vera svona svolítið lifandi plagg sem þarf að vera reglulega að endurskoða svona einhver anga af. Já, það kannski líka að þetta nú svona frumkvæði álista að útbúa einhvers konar móttökuáætlun og það minnir mig var vorið 2015 sem var ákveðið að fara í þetta, þannig að þetta rosalega löng vegferð finnst mér. Þetta skulle taka 4 ár að koma þessu á koppinn. Ég held að þetta myndi bara taka kannski 2-3 mánuði bara svona að reyna að rigga þessu upp og hafa þetta upplýsingatiltaka. Þannig að ég vek athygli á því, þetta er búið að taka 4 ár. Mér finnst það svolítið langur tími.
tek alveg undir þessar athugasemdir og við væntum bara að það hljóti að koma eitthvað út úr þessu. Það lítur að vera vandað með að við tíma sem við erum farið í það. Ég efast ekki það. Þetta er vel gert það sem ég hef séð. Þannig ég er mjög glöð með það. Já. Við að taka við. Það var Ingvi. Sko, eins og við vitum að þá gerði hér frostakafl daginn og var svona, 10–15 stiga frost í nokkra daga. Og við urðum, held ég öll vör við það að það sló út rafmagninu hér, eða sló út spennistöðinni hérna á Hellu. Og meiri sér tvisvar og ég fór svona, lenti á spjalli við mann í fyrirtæki og þá sagði hann með það að eftir þetta að þau fengið tilmæli að draga úr rafmagnsnotkun af því að það færi svo mikið rafmagn upp á Heklubæi sem svo ég fór aðeins að kynna mér þetta og jújú, það er náttúrulega fjölgun á sumarbústöðum og öðru slíku og þegar að freistir þá náttúrulega meiri kynding eftir því sem meira frost. Ég hafði samband við mann sem ég þekki hjá Landsnet og voru að spurja hann úti og hann sagði mér það, sko, það er bara tengivirkin sem að bæði línan sem að hann myndi að vera einn á Hvolsvöll og svo kæmi hingað, sko, tengivirkin upp frá að þau bæru bara ekki meira og við höfum náttúrulega voðalega lítið að gera við það, sko, ef til dæmis ef fyrirtækin þurfa að fara að keyra dísel kallana til þess að hita vatnið af því að þeir get ekki notað ef það gerir smá frost hafi ekki þá nóga orku þess að vinna. Hvað þá ef við förum sem við erum alltaf að sækjast eftir að fá ný fyrirtæki til okkar til þess að setja upp en við getum ekki auglýst en ef það gerir 10 stiga frost í hálfa mánuða þá verður það að fara með framleiðsluna og draga úr framleiðslu eða hafið ekki nóg rafmagn. Og ég velti því bara fyrir mér og við hvort það sé ekki, sko, bara spurningum að fá menn frá Landsneti og Rarik og bara fara fram og fá svör hvenær á að laga þetta. Mér finnst það óásættanlegt að við sem sköffum gríðarlegt rafmagn til atvinnuuppbyggingar annars staðar getum ekki treyst á það að hafa nóg rafmagn fyrir fyrirtæki sem vilja koma til okkar. Ég finnst það bara gjörsamlega óásættanlegt. Já, þetta er þetta vantar bara meira rafmagn í pípuna hjá okkur. Ágúst? Já, ég bara tek undir þetta. Þetta er náttúrulega bara, ég sé bara upplagt að fá leita eftir að funda til þess bærum aðilum þessi mál. Við áttum fund hérna í haust með rafmagnsfólki alls konar svona mál en þetta var nú ekki mikið á góma þar. Það var nú fjölmennur fundur manni samt með mikið af fræðingum. En ég held að við ættum þetta bara mjög góð til að leita eftir upplýsingum þetta. Svo vil ég benda á það að það er til kynningar hérna sem barst nú bara alveg á síðustu stundu en er með inn í hérna á fundinum okkar hér kynning á því það er einmitt svona neyðaráðstafanir í tengslum við rafmagnsleysi sem almannavarnir á Suðurlandi að kalla eftir þátttöku í að skipuleggja hvað gerum við í neyð og við þetta erum með ákveðnar áætlanir eins og sem að voru undirbúnar í tengslum við eldgos hér ekki fyrir mörgum árum og við erum með í rauninni að leggja á loka hönd á sem þarfum að koma hérna fyrir okkur í sveitarstjórn með heimsókn nýs almannavarna fulltrúa lögreglustjórans til að leggja loka hönd á okkar viðbragðsáætlun og þetta er auðvitað inn í henni en svona þegar er neyð en þetta er auðvitað ekki neyð, þetta snýst nú bara daglega rekstur það var alveg nýjar fréttir að það er ekki nóg rafmagn á við sem framleiðum nánast allt rafmagn á landinu hér í sveitarfélaginu eða ekki, það er kannski ígjur en stóran hluta, vel yfir helmingi þannig að ég tek undir þetta, líst vel á þetta. Já, sko, þetta er náttúrulega alveg sko til háborinnar skammar
Ég held þeir hafa ekkert viljað svo sem að ræða þetta mikið því þeir vissu af þessu að tengingarnar inn á búfjárslínuna og annað, það spennuverkin ber ekki meira enga niður og við þurfum að fá að vita hvað ætla þeir að gera til útbóta og hvenær. Því að við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því, við erum að kynna sveitarfélagið og reyna að laða að hvort heldur sem nýja íbúa eða ný fyrirtæki og rafmagn bara nauðsynlegt og það náttúrulega má ekki vera þannig ef það gerir, við þekkjum það alveg, við höfum flest okkar það gömul að við höfum nú lifað smá frostakafla, voru meiri heldur en þetta sem var hér daginn og það náttúrulega bara hyggur ekki að við getum lent í því að verða að stoppa atvinnustarfsemi til þess að geta haldið kynding á húsum. Þeir verða bara að laga þetta og í hvelli. Og er ekki rétt svo að bara biðja sveitarstjórum að reyna að koma því þannig að við fáum fund með þessum aðilum? Stundu var þú? Nei, er það til aðan eða þess að ykkur það veit ekki ykkur Já, og þá var það og þetta sem sé bara ég geri það bara tillögu minni sem sé að við óskum eftir fundi með til þess bærum aðeins og sveitarstjóra sem falið að undirbúa slíkan fund. Þá var það næsta, að við bera það undir fundin. Fyrst að geta samþykkt skilmerkið. Og þá var það næst margirtakar. Það ekki... Jú, kannski ábending vegna undirbúnings fyrir sveitarstjórnarfundi og já, les þetta bara upp, framkoma fulltrúa álist að sakna þess að ekki var búið að stofna og setja inn efni vel fyrir sveitarstjórnarfundin líkt og ákveðið var að gera á nóvemberfundi. Mikilvægt að það vinnulag komist á til að gefa kjörnum fulltrúum færi á að undirbúa sig betur fyrir fundi. Þetta bara svona ábending. Ágúst. Já, og ég tek þetta bara til mín og lofa bara bót og betur. Þetta var nú bara klikk. Gleymdi að ég haka í einn reitt. En þannig að ég vil bara brýna fyrir sveitarstjórnarfólki að gera að hringi í mig, senda mér post eða ef ykkur finnst eitthvað erfitt að komast inn í fundaganginu eða seinagangur og einhverju. Það er bara frábært að fá slíkar ábendingar. En biðst jafnframt afsökunar á því að þetta fór svona í þetta sinn. Steindur. Bara aðeins smá sögurýni ótviti. Ég alltaf að minna á það að vonkerfið var eiginlega miklu leyti sett til þess að hver og einn íbúi gæti átt sitt mál. Hann hefði kannski getið aðgang að öðru endilega en ef ég að sækja lóð eða eitthvað get ég alltaf farið inn á málið mitt og séð hvað það er statt. Og það ég held að sé ekki þannig í dag. Þetta var svona eitt af mörgum betrum bótum sem álistinn kom að á allt á stuttum tíma í meirihluta hérna. En að það var að nota þetta kerfi, bara velta fyrir mig að því við erum að borga fyrir þetta, að sko hvort það sé ekki að nýta kerfið bara, nýta alla fítusuna. Þetta er svona eins og bara, þegar aksturstöðurna voru að koma á bílaverkstæði, þá kannski notaði með 10% af getunni. Hvort það sé hægt að nota þetta kerfi meira til fyrir íbúa sem annarkvæmt að kynna sér sín eigin mál eða hreinlega líka bara oft heyrir maður til dæmis eins og með fundagerðir að það mætti vera meira af gögnum. Þegar fólk er að lesa afgreiðslu það áttar sig ekki alveg á hvað liggur að baki ákvörðuninni. Það hefur kannski ekki að það geti haft aðgang að þeim gögnum sem að sannarlega eru opin og ekki þá trúnaðarmál. Bara sem að minna á það en þetta er auðvitað fyrirgefið, það er bara það var bara þá námskeið í notkun á fyrir sveitarstjóra ef hann töluð þorfa á henni. Það er örugglega ekki sjálfsagt mál að verða við því en þetta er örugglega bara svokölluð mannlegu mistök sem maður bara geta alltaf. Það er ekki upplagt að þeir sem setja þetta borð hér myndi þá fara á það námskeið sameiginlega? Jú, það geta allir farið saman á þetta bara. Þakka þér fyrir. Takk, Ágúst. Já, bara takk fyrir þessar ábendingar.
Sko það auðvitað, þetta VON-kerfi auðvitað margslungið en mjög mikilvægt og ég held að sé nú eiginlega valla hægt að sko reka sveitarfélög með sínu fundakerfi í dag nema að vera með kerfi af þessu tagi og félagsþjónustu og allt þetta. Þetta er okkar haldreipi á hverjum degi, það er þetta kerfi. Og það er mikið rétt að það er hægt að prjóna við þetta og það eru til alls konar fítusar sem eru til sölu til að bæta við en það er náttúrulega hver einasti áfangi í þessu kostar. Og við höfum ekki tekið þennan hluta ennþá sem að snýra svona íbúagátt, nema bara mjög litlu leyti. En það er nokkuð sveitarfélög sem hafa gert það. Og það er eitthvað sem er eðlilegt að skoða á einhvern tímapunkti. Við höfum ekki, okkur hefur fundist þetta dálítið dýrt. En þetta slípast svo til og oft er nú svona, það er ekki endilega best að vera fyrstur með allt. Það er ágætt að láta mistökin eiga sér stað smá tíma og svo taka það upp. En það sem komið af þessu kerfi, það er mjög gott. Og á þetta funkar það bara vel fyrir okkur og gerir það mjög vel. Og þessi fundagátt er náttúrulega alveg briljant. Sko. Þannig að í það minnst að nýta það sem við erum með í dag. Herruðu, ég gerir það tillögu minni svona til þess að við gefum Gústa smá minnispunkt sko. Að Hjalti taki einn haka þarna upp á þjónustumiðstöð og fær honum bara á skrifstofuna, þá er hann hérna bara til minninga það, gleyma nú ekki að haka neitt. Sé til með það, kannski þið finni eitthvað svo. Já, það var takk fyrir það. Jú, þá erum við hérna með eina tillögu. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að hugmyndagátt verði staðsett á forsíðu heimasíðu sveitarfélagsins líkt og á fyrri heimasíðu. Einnig er lagt til að skráningar geti verið nafnlausar, kjósi íbúar að skrá þær þannig. Þeir sem vilja skilja nafn sitt geti það áfram. Þeir sem vilja skilji eftir nafn sitt geti það áfram. Þá er lagt til að allir aðalfulltrúar í sveitarstjórn fái afrit á skráningum í rauntíma. Og þarna er smá greinagerð. Fulltrúum álista hafa borist kvartanir vegna hugmyndagáttar og eru þessar tillögur gerðar til að bæta úr. Og það er kannski þetta, svo ég bæti nú þarna við líka, að hún er ekki nægilega aðgengileg hugmyndagáttin. Hún var náttúrulega, þetta var bara hnappur hérna á fyrri heimasíðu, mjög áberandi hnappur, flipi sem þú gast smellt og komst á beint inn í þetta. Á núverandi heimasíðu þarf maður að fara í gegnum maður þarf að fara svolítið flækjustig. Og eftir að ný heimasíða var tekin í gagnið, þá hefur ekki komið inn einasta ábending eða hugmynd inn á hugmyndagátt. Þannig að það kannski segir, það koma kannski ekki margar hérna áður fyrr en samt einhverjar. En þetta kannski segir svolítið hversu auðvelt er að finna þetta og hversu vel þetta gagnast. Takk. Takk fyrir þetta. Ég vil ekki bara berja í þessa tillögu undir fundinn og þeir sem geta gefið merki geta samþykkt, gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Já, þá erum við með aðra tillögu skráningu fundagerð á heimasíðu. Fulltrúa álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að allar fundagerðir sveitarstjórnar og byggðaráðs frá stofnun sveitarfélagsins árið 2002 verði settar inn á vef sveitarfélagsins. Verkinu verði lokið fyrir lok maí helst fyrr. Sveitarstjóri gefi stöðuskýrslu á skráningu á reglulegum fundi sveitarstjórnar í mars. Og greinagerð, allar þessar fundagerðir eru til á rafrænu sniði og voru til staðar á eldri heimasíðunni. Það er því búið að vinna mestu grunnvinnuna og því ætti verkið ekki að vera of viðamikið. Og þetta er náttúrulega líka bara svona upp á söguritun og oft er gagnlegt að fletta upp í fundagerðum ef maður er að vinna eða rýna í einhver mál. Þannig þetta er svona til að auka upplýsingaflæði. Takk fyrir það. Ágúst. Ótuði, já, ég geti upplýst um það. Ég fór í rannsakaði þetta, hvernig stæði á þessu, þetta fluttist ekki á milli heimasíðuna. Og ástæðan er svo að það gerist ekki sjálfkrafa allavega, er að núna á þessari nýju heimasíðu þá koma alla fundagerðir í gegnum VON-kerfið. Það þeim er dælt inn á heimasíðunni í gegnum það og mikið rétt, það var búið að skanna þetta inn á sínum tíma þessar fundagerðir. Veit ekki alveg nákvæmlega hvað langt aftur en allavega mjög mikið af þeim. En það átti eftir að færa þetta allt inn í VON-kerfið í rauninni. En það er auðvitað alveg hægt að gera það og það er bara spurning um forgangsröðun. Og við bara herðum okkur bara í því ef það er það sem að berður á.
fínt mál bara. Má ég að spyrja, þetta náttúrulega spurning líka, sko, þurfum við að taka þetta í gegnum vonkerfið eða hægt að nýta bara eldra og setja þetta bara inn á sama formi? Það náttúrulega alveg spurning hvort að það þurfa að vera að vinna þetta allt upp og nýtt. Þetta líkt Ég er ekki tölvufræðingur með það, en hvort það sé hægt að nýta það einhver þannig, en þurfi ekki að vera, auðvitað vill maður ekki skapa ofmikla vinnu, en maður myndi ætla að þetta væri nokk einfalt, gæti verið hægt að gera á einfaldan átt. Þetta er ekki eitthvað sem að er hægt að... Það er allt einfalt í þessum tölvunum og þegar maður er alltaf á að haka eitthvað og þá gleymist það. En er ekki bara að reyna að leysa úr því eins og? Ekki? Jú, tökum því bara vel. Já. En þú ekki bara... þetta bara undir fundinu þessi geta samþýtt þetta geðmerki og það er samþýtt samhljóða og það er 3, það er hljóðand áfram. Já, það er sem sagt tillaga ritstjórnarstefnu miðlæga sveitafélagsins. Fulltrúar álýst að leggja til að ritstjórnarstefna verði mótuð fyrir sveitafélagið og vefmiðla þess, þar með talið heimasíður og Facebook síður sveitafélagsins og tengdra stofnana. Móta skuli meðal annars stefnu efnistök, hvers miðils, aðgengi efnisinnsendjara og tíðni frétta og tilkynninga. Lagt til að verði leitað til sambands íslenskra sveitafélaga varðandi drögastefnu. Já, okkur hefur þótt, svo ég fylgi svo aðeins meir úr hlaði, okkur hefur þótt svona svolítið hips haps, hvað kemur inn á þessa síður, maður veit ekki hver er að setja inn á það og það vantar bara, já, við teljum að þetta sé svona auðveldara að hafa þetta bara, þetta sé skýrt með reglum. Góðlegt. Ágúst. Já, ég get upplýst oddviti bara að því hún nefnir það er þetta bara markar svo kynningafulltrúi sem setur inn efni, er vefstjóri og heldur utanum þetta allt saman. En ég ber auðvitað ábyrgð á þetta saman, og það kemur fyrir að ég setja eitthvað að þinn, það er sérstaklega sem snýra sveitarstjórnarfundum og svona og þegar engin annar er til þess, þá reynir ég ekki það. Takk fyrir. Kannski, ef ég má aðeins í viðbót. Já. Fyrir mína parta líst mér bara vel á þetta. Ég ljósi þess að við erum lítið sveitafélag og ekki mjög margir í vinnu, að þá held ég að við eigum að reyna að hafa svona stefnu frekar einfalda þá og ekki að flækja hlutina of. Og því að aðalega snýst þetta að reyna að koma einhverju efni inn og það er fljótt og það gengur mishratt. Og þetta er það sitt sýnist örugglega hverju á að koma á framfæri. En ég held að væri kjörið að nýta nefnd í þetta mál, ekki til að svæfa málið, heldur til að fjalla það. Það eru þá ýmsar raddir, bæði pólitískt og eins bara kannski eitthvað þversnið íbúa og ég held að það væri fínt að fela atvinnu, menningar og jafnréttismálanefnd að fjalla málið og koma til og. Takk fyrir það. Þá er tilíkur til, já, Margrét. Já, takk fyrir þetta. Ég tek alveg undir með Ágúst, þetta þarf ekkert að vera flókið plagg. Þetta er aðalega bara svona ákveða hvað á að setja inn og hver á að gera það, hver hefur leyfi til þess. Það er náttúrulega líka svona, sérstaklega með samfélagsmiðla, það er alveg hægt að misnota það. Ekki það að það hafi verið gert, en bara þetta sé svolítið skýrt. Og ég held að það sé bara til hægðarauka fyrir starfsfólkið að vita hvað þú átt að setja inn. Það þarf ekki verið að velta fyrir þér, væri nú sniðugt að setja þetta inn eða þetta þetta sé svolítið svona til leiðbeiningar, en þarf alls ekki vera flókið. Og mér líst bara vel á að vísa þessu í þessa nefnd til að fá svona punkta, mjög gott. Takk fyrir það. Fleiri? Þá leikur fyrir til að berandi fundin að beina málum til atvinnu- og menningarmála og atvinnu-, menningar- og jafnréttismála nefndar til úrvinnslu og frekari til löggerðar og þeir sem geta samþykkt geðmerki. Og það er samþykkt samhljóða. Já, þá erum við með tillögu að halda íbúafund. Fulltrúar álýsta í sveitarstjórn Ytra leggja til að sveitarstjórn boði til opins íbúafundar þar sem sveitarstjóri fari yfir helstu áherslur í rekstri sveitarfélagsins á yfirstandandi ári. Takk fyrir þetta bæta. Takk fyrir það. Ágúst.
Já, ég tek þessari tillögu fagnandi. Mér finnst þetta bara góð hugmynd og örugglega öll sammála um það að það er komið tíma að halda íbúafund og fara í þessi mál. Ég legg til að við tímasetjum hennar fund þannig að við séum komið með splunkunýjan ársreikning og þannig að við getum sagt frá honum líka hvernig staðan er og samhliða því að við kynnum áherslur í rekstri og fjárhagsmálum næstu missera og mér sýnist að endurskoðendur eru nú bara á fullu hérna núna þessa dagana þannig að hann mun verða á áætlun þannig að við hefum ekki kynnt hann leið. Ég held að það væri gott að nota tækifærið í það þegar verið að blása til íbúafundar. Takk fyrir það. Þá liggur fyrir tillaga að sveitarstjóra verði falið undirbúa fundinn og jafnvel ákveða tímasetja hann þannig að einnig verði hægt að kynna ársreikning sveitarfélagsins fyrir síðasta ár ásamt fjárhags- og rekstraráherslum næstu missera. Þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er samþykkt samfélag. Ódýtti og gestir okkar eru komnir til fundar. Það er spurning hvort að við eigum að gera fund þess að sé að bjóða þeim til fundar og slökka þá myndavél á meðinni á meðan og halda svo áfram með þessum eftir þessu. Myndavél.